Já, gaman að sjá okkur og ég sem sagt lauk doktorsnámi núna í júní fyrir ári síðan og núna formaður framhaldsdeildar við Háskólann á Akureyri, heilbrigðissviði. Og ég bara búin að sitja hérna í dag og ég afar þakklát fyrir það hver með mikið af meistaranemunum okkar sem að kynna verkefni sín og ég mjög bara ánægð með hvað duglega sýna hvað við erum að gera og fyrir nemendur eins og Snæbjörn. Og þannig ég ætla að segja ykkur frá þessu verkefni. Þetta ein grein úr doktorsverkefninu mínu og þetta svona öskrandi titill, en það bara þannig, en það kannski titillinn kemur rauninni út frá því að skýringin á því að einstaklingar sem voru fyrir kynferðisofbeldi oft með líkamleg vandamál sem svona eins og líkaminn sé öskrandi og það heyrir einhvern veginn enginn í honum. En til aðeins að bara það sem þetta hluti doktorsverkefninu mínu, þá bara þetta samstarfsaðili mínir í þessu verkefni. Dr. Sigríður Halldórsdóttir var aðalleiðbeinandi og Sóley Bender var meðleiðbeinandi og Guðrún og Berglind voru í nefndinni. Verkefnið mitt gekk út á það að þetta voru 4 verkefni í doktorsverkefninu mínu. Það var fyrsta lagi að skoða heilsufarlíðan karla sem var fyrir kynferðisofbeldi, síðan að bera saman karla og konur eða svona skoða hvort það var eitthvað sameiginlegt og síðan þessi 3. grein sem þú segir frá í dag sem líkamlegt heilsufar sem svona case study og kannski ástæða fyrir ég vel tilfellarannsókn case study af því að það er búið að gera töluvert af meginlegum rannsóknum áföll og heilsufarslegar afleiðingar og ACE study ef að kannski það sem bandarísk rannsókn sem var gerð 95 það sem verið að spyrja út í áföll og þess vegna spurði ég Hört í morgun með áfallasögu og ofþyngd að það mitt svo sem byrja með þessar ACE-study rannsóknir í Bandaríkjunum. Það byrjaði þannig að hann heitir Vincent Felitti, að hann var læknir og vann á svona meðferðar endurhæfingarstöð fyrir fólk í ofþyngd og þegar hann var búinn að vinna mjög lengi með þessum einstaklingum og fór að skoða velta fyrir sinna áfallasögu, þá komst hann raunir því að stór hluti þessum sjúklingar hans sem voru í miklu ofþyngd og voru í endurhæfingu voru með miklu áfallasögu. Þannig að það væri gaman að skoða það, en síðan já, og þannig ég ætla að segja ykkur frá, þetta eiginlega rannsókn og það ástæðan fyrir vel eiginlega rannsókn, þannig mér langaði ekki til þess að endilega gera stóra rannsókn þar sem að skoða tíðni eða alhafa yfir okkur hóp, heldur að skoða reynslu einstaklingsins af ákveðnu fyrirbæri og í rauninni til þess að mæta einstaklingum þar sem hann stendur. Og ég var með ákveða að fara á dýptina, þannig að ég var búin að tala við karla og konur og ég sá að það var svona mikil heilsufarsleg vandamál hjá þessum einstaklingum og mér fannst áhugavert að fara á dýptina, taka bara svona eitt case og fara eins og skoða svolítið dýpra hvað liggur þarna bakvið. Og í rauninni erum við að gera rannsókn til þess að bara, sem hún byggir, fyrirbærafræði, hún byggir á þeim skilningi að sérhver einstaklingur sjá heiminn með sínum augum og að sýn hans mótist að fyrir reynslu og hans eigin túlkun á þeirri reynslu. Og við erum í rauninni að skoða reynslu einstaklingsins í þeim tilgangi rauninni að bæta þjónustuna. Þannig við getum fengið söguna og hvað þurfum við að gera. Ég nota Vancouver-skólann, svo hefur verið sagt frá í morgun en það er kannski ekki tími til að vera eitthvað að fara djúpt í það. Doktorsverkefnið byggist á þessum 4 greinum sem allar birtar. Og svolítið áhugavert að segja frá því að þessi case study tilfellarannsókn sem var eiginlega næstu í dottin út úr doktorsverkefninu mínu vegna þess að ég þurfti bara 3 birtar greinar og þeim fannst svona sumum að tilfellarannsókn myndi nú ekki vera nógu sterk inn í kappa þannig að á tímabili vorum við hugsa að taka nú en sem betur fer ákvað var haldin inni þannig að þetta er svo grein sem hefur fengið mesta athygli af öllum í erlendis frá og þetta er grein sem ég fæ mest svona tilboð að birta fleiri greinar í tímaritum. Þannig að það er mjög ánægjulegt að þetta skuli vekja mikla athygli. En hún heitir á ensku Screaming Body and Silent Healthcare Provides, þannig að þetta er titillinn kominn á fyrirlestrinum. Þetta er saga mín og hún heitir Anna í þessu máli, heitir náttúrulega ekki Anna, en hún var í rauninni, það sem er kannski sterkt, þetta er sterkt tilfelli að hún í rauninni þegar hún er 21 árs, 20 ára, 20, þá kærir hún föður sinn sem hafði misnotað hana. Og fyrir dómi þá játtar hann brotið, en málið var fyrr. Þannig að það er ekki bara svona heilsufarslegar upplýsingar sem við höfum, heldur við líka dómsmál sem er játning en málið fyrr. Þannig að hún er mjög ung og þegar misnotkun byrjar og í rauninni þegar hún er
8 mánaða, það ástæðan fyrir þetta þarna, þegar málið tekið fyrir dóm, að þá mamma hennar kölluð fyrir sem vitni og þegar faðirinn svona búinn að játa, þá man mamman eftir atburðum frá þessum tíma þegar að hún 8 mánaða, en hún hafði ekki bara kveikt á því. Þannig að það svona margt sem að hún með langa sögu. Það sem kannski, já, þetta var svona kannski fyrsta sem ég setti fram þjáning líkamans eða öskrandi líkaminn og hvernig við tjáum, sko líkaminn tjáir það sem við komum ekki í orð. Og kannski það sem mig langar til að segja með þessari grein að í heilbrigðiskerfinu og meðal einstaklinga sem eru að leita til ykkar eru oft með einkenni sem eru meðhöndluð sem einhvers konar líkamleg vandamál en eru kannski af sálrænum toga. Og við kannski erum ekkert alltaf að spyrja áfallasögu. Við erum ekki komið í þessa svona trauma-informed service eða trauma-fókus áfalla með þjónustu, ekki nógu lágt. En það sem kannski þöggun heilbrigðiskerfisins að hún mætti aldrei neinu stuðningi. Og það kannski það sem með þetta með að líkaminn tjái það sem við komum ekki í orð, að ef við erum ekki að geta að tala áfallin okkar og sagt frá í hverju við lendum, og það kemur af því að líkaminn tjáir það einhvers konar á einhvern hátt. En það sem kannski, það sem gerist hjá henni og oft gerist eftir áfall, það fyrsta sem gerist að svefninn fer. Fólk hættir að geta sofið og það bara ekki þannig að þegar svefninn ekki að, þú sefur ekki vel, að þá svo margt annað sem fer í kjölfarið. Hún misti sjón og heyrn á 12 ári. Að þegar hún rauninni búin að vera mikið hjá læknum og hún mjög ung þegar hún fer að fara með mamma fyrir að fara með til læknis út af alls konar vandamálum, að hún upplifði það 12 ára að hún var bara fann að missa sjón og heyrn. Og í dag segir hún, eftir hún hefur að vinna með sér, þá segir hún sko, mér finnst svo líkaminn minn hafi gefist upp. Mér finnst að ég hafi gefist upp á að horfa á og sjá heiminn, af því að það var allt svo hræðilegt. Hún með endalaus móðulisvandamál og það bara orðið sem núna þekkt í dag og ég held að það sé bara mjög algengt konur eru með, það kom fram í meistararannsókn minni, það voru endalausar blöðrur á eggjastökkum og óútskýranlegir verkir, konur fluttar bara með sjúkrabíla á slysdeildina með móðurlífsverki og það fannst ekkert að. Það kannski þegar að sko konur eru endalaust hjá læknum, endalaust í heilbrigðisþjónustunni með alls konar engin og það finnst ekkert. Það engin svona læknisfræðileg skýring. Þá getur verið að sé eitthvað svona undirliggjandi að kerfið sé bara að klikka. Hún að vera með einkenni frá meltingarvegi og hjarta, hún var í alls konar speglanir og hjá hjartalækni, hún greindi vefjagigt þegar hún var 30. Hún var mjög ósátt við þá greiningu, þess að á þeim tíma var hún búin að fara í stígamót og aflið og var mjög ósátt við það. Hún sagði sko, ég veit alveg okkur með vefjagigt af því að ég er með áfallastreituröskun en það var einhvern veginn ekki, því var ekki tekið, hún sagði, mér langar ekki að fara að taka þessi lyf við gigtinni, mér langar frekar að sko vinna með mig, en þá var eins og það var einhvern veginn, ok, þá höfum við ekkert fyrir þig, en þá getum við ekkert gert fyrir þig, að þú ert ekki tilbúin að taka gigtarlyfin. Hún greinir síðan krabbamein í eggjastokk, og það greinist þannig, eins og með eggjastokkrabbamein, það greinist oft mjög seint og jafnvel orðið komið á alvarlegt stig. Að það sem gerist með hana, hún er mjög meðvituð líkaminn sinn, hún var alltaf með verki hægra megin í móðurlífinu. Hún fer til heilsugæslulæknisins og segir eða semst fer í reyndar, hún fer inn í aðgerð fyrst til þess að fara í lærinám út af miklum blæðingum og hún segir henni við læknum ég vil að þú takir bara eggjastokkin hægra megin í leiðinni. Og hann alltaf sagði nei, það er ekkert að. En hann lét það eftir henni og hún fór í lærinám og annar eggjastokkin var tekinn og það kom í ljós að þar var krabbamein. Og þessi heimilislæknir þakkaði henni bara kærlega fyrir að hafa verið svona mikil frekja að hafa krafist þessa Og hún sagði sko, Alexander, hún sagði sko, hversdagslæknirinn sagði sko, það liggur við að hann var farin að senda mér jólakort af því ég var alltaf hjá honum með alls konar vandamál. Þöggun heilbrigðiskerfisins, það var hún upplifði stuðningsleysi og ég tek það fram, þessi kona sko orðin rúmlega 40 í dag, þannig að rauninni það hafa orðið breytingar.
ég veit að sem betur fer, það eru breytingar í kerfinu og ég sé sérstaklega finn ég eins og með ljósmæður og kveðstoflæknir allan sem hún með, að henni finnst rosa mikill munur á því að nú veit læknirinn hennar sögun hennar og sjúkraþjálfarinn hennar veit sögun hennar, en hún upplifir miklu meiri skilning og stuðning. Í fyrstu fæðingunni sem fór í gegnum, upplifði hún bara alveg helvíti, þá var hún ekki búin að opna þessa reynslu sína, hún var 20 og gekk mjög erfiða fæðingu, vegna þess að það var hún upplifði að var allt fast. Í annarri fæðingunni fór hún í gegnum lenti hún á bara konu sem skildi hana og fór í gegnum fæðinguna með henni og svona hjálpaði henni að upplifa þessa jákvæðu reynslu af fæðingu eftir skelfilega fyrirfæðingu. Endalausar læknaheimsóknir, hún var bara alltaf og sérstaklega kvenstofnlæknir. Það var aldrei spurt og einhvern tímann þegar hún var yngri, þegar hún var kannski svona, hún sagði sko, þegar hún var 16-17 ára og leið og hún fór að byrjast undir kynlíf, þá byrjuðu vandamálin. Og oft ef hún átti svona tilfinningalega vandamálum, sérstaklega tengt karlmönnum, að þá komu einhvers konar verkir, blöðrur, eggjastokka, einhvers konar líkamlega einkenni sem kannski voru óútskýranleg. Lyf var lausnin og hún segja bara á alls konar lyfjum, rannsóknir og aðgerðir og svona þögul þjáning. Og henni fannst einhvern veginn, hún reyndi að segja frá, en það var ekki hlustað. Hún reyndi að segja, bara eins og einhvern tímann þegar hún var ung þá sagði hún vel ekki, ég veit alveg af hverju ég með öll þessi vandamál, það var að ég var kynferðislega misnotuð í æsku og það bara þögn á þeim tíma. Sem betur fer breytti tíma og ég veit að umræðan að opnast og þetta svona saga sem síðan nokkrum árum síðan, en sem betur fer þá rauninni við umræðan að opnast þessi mál. Ég bara hvers vegna segjum við það líka með bregðist við að því við tölum með sálræn áföll, kynferðisofbeldi og ofbeldi áfall, sálrænt áfall. Sálrænt áfall rauninni veldur mikilli streitu. Streita veikir ónæmiskerfið og hefur áhrif á allt kerfið, þannig að það svona meikar alveg sens að ef að ofbeldi sálrænt áfall sem veldur streitu og áfallastreitu og streita veikir ónæmiskerfið, þá svona bara alveg eðlilegt að kerfið klikki og það sem rauninni gerist að verða fyrir eitthvað svona traumatic event að það rauninni taugakerfið. Það bara svona innrás í kerfið okkar og kerfið allt bregst einhvern veginn við með því að heilinn og taugaboðin og öll þessi starfsemi sem rauninni bara fer í. Þessi kona fór síðan í þessi gæfuspor sem við vorum með á Akureyri og fyrir sunnan og þar fannst henni ég náttúrulega ekki kenna gæfusporin, en það grein sem það bara annarnu grein, en það sem kannski þessa konu líka, hún var með þess svona fyrst sem fór fram í fjölmiðla með söguna sína. Og þetta semst hún, þarna kallar hún sig bara Rut, og þetta var semst 92, og þetta svona bara grein sem hún hafi geimt, fór viðtal á þessum tíma, og 92, þið sjá bara eitthvað langt síðan þetta Stígamót séu stofnun 93, en 91, ég maður ekki alveg. Þannig hún svolítið svona, þetta er svona svolítið merkilegt case og þannig hún fór í viðtal 92 og sagði frá þessu með eins og ég segir, hún var alltaf veik eftir heimsókn til pabba síns eftir að foreldrarnir skildu og reyndi að taka líf sitt og svo fór hún líka í annað viðtal sem sagt 89 sem semst áður og þetta var annarkvort þetta blað þetta er Dagur á Akureyri sem fór í viðtal. Hún sagði sko skömmið var svo mikilvægur að blaðamaðurinn hann hefði sett í hauspoka áður en hann fór með hann inn af því að það var svo rosalega mikið, á þessum tíma var svo ofboðslega mikið feimnismál. Þannig hún að stíga fram með söguna sína í rauninni áður en Stígamótsstofnun og fer síðan þangað þegar það kemur. En já, og það sem kannski við gerum líka af því að hún náttúrulega mundi ekki allt og mundi náttúrulega ekki eins og við bara munum ekki allt, þannig að hún fór bæði á heilsugæsluna og sjúkrahúsið og fékk afrit af læknaskýrslunum sínum, heimsóknunum sínum og greiningunum sínum. Þannig að hún, þó ég hef ekki notað það í minni rannsókn, þá notaði hún það svona til þess að tengja og muna. Þannig að hún hefur alveg bara þykkan súrnal með hennar sögu sem var ágætt að hafa í þessu, af því þetta er svona, þetta af því að bæði sko, hún kærir, þannig að sagan hennar til í dómskerfinu og sagan hennar til heilbrigðiskerfinu og þannig
áhugavert að tengja svona saman. Okkar heilbrigðiskerfi eins og hún upplifði það var aldrei spurt áfallasögu og hún segir bara sjálf, það mjög mikilvægt að spyrja. Það ekki náttúrulega bara setja kross við þegar fyrir áfalli, merkja við það og síðan taka framhaldið. Fræðslu hugsanlegar afleiðingar sem hún sagði sko þegar það var eiginlega ekki búin að fara að taka þátt í svona rannsóknum, hún fattaði, þetta voru afleiðingar að gætu hugsanlega verið afleiðingar. Ég ekki fullera sko, ég ekki að fullera að eitt sé afleiðing og öðru, ég bara segja þetta hennar reynsla, að hugsanlega hefði þetta ekki verið afleiðingar hennar áfalli. Og hún segir það mikilvægt að faglega viti söguna, þannig að hún fær allt annan skilning í dag frá hversdaglæknum sínum, sjúkraþjálfarunum og hjartalæknum eftir að þeir vissuna sögu. Það fær hún bara mjög jákvæða sögu. Hún segir það skiptir máli að segja frá, að geta tjáð sig, að mann sé trúað, að fá samþykki og einhver sjá mann sem manneskju. Og þetta ekkert endilega við séum heilbrigðisstefnur með einhverju töfralausn að bjarga þessum einstaklingum. Þetta aðalega að hlusta, að sjá einstaklingin eins og manneskju, að tala virðingu og í rauninni, við höfum ekkert alltaf töfralausn fyrir fólk sem hefur orðið fyrir þessu, en við höfum alltaf eitthvað sem við getum vísað á. Og ég að kenna hjúkrunarfræðinemum og ég kenni þetta þar og ég segi, og þá segja þeir, ég meina, þess vegna við erum að spyrja því við veitum ekki hvað við gerum við þetta. Hvað við að gera við það ef einhver segir mér frá reynslu sem þessu og ég hef engin verkfæri. Við þurfum ekkert endilega að við höfum verkfæri, við höfum aflið sem ókeypis þjónusta, við höfum félagsráðgjafa, við höfum sálfræðinga á sjúkrahúsinu, við höfum geðhjúkrunarfræðinga sem við getum hreinlega bara vísað á. Þannig að við getum bara fundið næsta ef einhver segir okkur frá ef þeir eru reynslu sem við erum ekki ráðið að vinna með sem fagaðilar, þá finnum við bara næsta sérfræðing. Og það sem hún segir, að það er bara svo magnað að finna það að fólk trúði mér. Það sem felst ég að segja frá að geta tjáð sig, að mann sé trúa, að tekja sér mark á manni og það einhvern veginn heila mann. Þetta ekki spurning vorkunn, bara mann sé trúað. Að fá samþykki fyrir því að maður ekki ábyrgur. Þegar þú ert ekki að segja frá, að taka ábyrgðin á þig, það var ekki mér að kenna og ég ætla ekki að þegja. Og ég ætla ekki að þegja. Þegar þú segir frá, þetta ekki þér að kenna, það einhvers annar sem á að skamma sig. Já, bara lítill skilningur. Heilbrigðisstarfsfólk þarf að spyrja áföll og svo bara mjög svo merkilegt að Halldór Laxness, hann held ég bara 1917 eða 20, ég man ekki alveg hvernig þetta var, hann sem kallmaður skrifar þetta. Nei, ég skal aldrei gleyma því að það varst þú sem eyðilagði allt gott og hreint og fallegt sem ég átti í sálinni, með því að troðast eins og viðbjóðslegt kvikindi upp í rúm okkar mömmu. Ég sem var þá ekki annað en barn á 12 ári og ég ekki búin að ná mér eftir það enn og næ mér aldrei minni lifi. Þessi anstið hefur ásótt mig í vöku og svefni allt síðan og þegar mig dreymir djöfulinn á næturnar þá ert það þú ert djöfullinn sjálfur. Og ég lifi aldrei glaðan dag þegar ég veit og dauður. Þetta er merkilegt að 1931 þá skrifar Halldór Laxness Sörkul sem fjallar einmitt þetta kynferðisofbeldi og hvernig þetta bara brýtur manneskjuna niður. Þannig að bara, ég mun aldrei ná mér. Þannig að, takk fyrir.